Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, en þetta viðtal einnig aðgengilegt sem hlaðvarp. Tómas Knútsson hefur verið herforingi Bláa hersins í 30 ár. Hilmar Bragi Bárðarsson hitti kappan af þessu tilefni. Tómas Knútsson, velkomin í þetta viðtal. Takk fyrir það. Hvers vegna var Blái herinn stofnaður fyrir 30 árum síðan? Já, það var náttúrulega bara af illri nauðsyn, Mér blöskar náttúrulega bara hvernig var umhorfsneðarsjóður. Ég var náttúrulega að kenna fólki að kafa og maður mætti bara hvert skipti sem maður fór með nemendur. Hvort sem það var út í Garði eða hérna í Keflavík, í bryggjurnar þar, og það var alltaf komið eitthvað nýtt drasl. Svo einn góðum við þetta, þá gerðist það að ég fann hérna tvö full bretti af fiskafurðum sem hafði verið sturtað af bíl út í Garði, bara niður á bryggju. Þarna hefur orðið sólbráð í þessu, það var útskipun hérna í Keflavíkurhöfn. Og sjá þessa kassa liggjandi hérna á hafsbotni, Product of Iceland og bretti og plast og fiskleifar og eitthvað hérna fljótandi allt, og þá bara hugsaði ég mér, nei, þetta gengur ekki. Og ég bara fór í herferð bara. Ég lét bara vaða á liðið og var bara að reyna að fara að bremsa af þessa endalausu vanvirðingu sem að náttúrulega, ég er kannski svona tilfinningadæmi, en hérna, hafið er móðurlíf jarðar og þetta er bara vanvirða að henda sjávarafurðum í hafið og vera síðan að ná í sjávarafurður úr hafinu innan allt draslið. Ég get ekki séð þetta gangi upp, Manstu svona hvernig umræðan var umhverfismál á þessum tíma? Já, hún var ekki hátt skrifuð og ég náttúrulega þurfti að taka það á mig bara að það voru allskins svona raddir sem að voru hundfúlar að ég skildi vera að benda á hluti sem að voru ekki alveg í nógu góðum farvegi, og ég held að þegar öllu var nú á botni hvolft, þá voru nú fleiri ánægðari heldur en hitt, En þetta fór ekkert á neitt flug að ráði fyrir en að það var bara hóað í fullt af hagsmunaaðilum til þess að fara að reyna að gera eitthvað saman. Ég náttúrulega byrjaði að pönkast þarna einn, en þegar við vorum komin nokkur saman, þá fór þetta svona að ganga mikið betur. Hvenær var það svona sem að þér fannst að þú hafi náð eyrum fólks og svona að þú gæst það svona, já, þetta er að virka, hérna það sem ég er að gera? Þetta byrjaði náttúrulega þarna 95 og við vorum að kafa og tína upp út í Garði og ég fekk Guðnavinn minn heitinn að koma og tóka upp þarna og einni helgi þá tókum við 13 tonn og það náttúrulega sá það hver heilvita maður að þetta var náttúrulega algjörlega út úr kortinu þetta magn. Svo var ég náttúrulega fyrir þessu ömulega slísi þegar hann Rúnar blessaður deyr hjá mér og ég ákvað þá að helga þetta starf minningu hans og fljótlega hafnarstjórinn hann Pétur vinur minn, hann sagði bara Tommi þú mátt hafa þetta eins og vilt og bara, ég skal hjálpa þér eins og þú getur og við vorum með alls konar serimóníur hérna út allt. Svo þegar Árni Sigfússon verður bæjarstjóri hérna, þá er bara blásið í herlúðra þannig að það er hringrás og það er IAVF og það er alls konar nefndir og ráð og bærinn og höfnin og njartak og það var, þannig að það var fullt af liði sem vildi fara að gera góða hluti
og það var það sem að svona lyfti þessu upp á mikið hærra plan. Það var þetta ekki bara ég eitthvað að nöldra sko. Þannig að það var mjög gaman að því þegar þetta svona spratt út sko. Þú erum með tala að það hafi verið ástæða til þess að virkja samfélagið. Hvað svona áttur við með því? Sko, það var nú einu sinni þannig að ég var út í garði að kafa og þá kom bíll og sturtaði fullt af glerbrotum. Þá hefði einhverjum dúttar verið að glerja einhvers staðar og besti staður var að fara bara niður á bryggju og sturta þessu sjóun. Við máttu þakka fyrir að vera ekki bara skornin í sundur. Og ég náttúrulega hjólaði í viðkomandi aðila og sagði bara, hörðu, nú bremsum við þetta af. Ég held að það sem að hafi verið sko svona vendipunkturinn, það var þegar sjómenn tóku sér til eftir áeggjan frá Bláa hernum í gegnum LÍU og hafnastjóra á Íslandi að taka á móti því sem félli til borð í fiskiskipum og fara að vera með eitthvað skona flokkunarkerfi heldur en að vera að henda söndu syngt og heilagt í sjói því að sko náttúrulega það segir sér alveg sjálf, það gengur ekki upp sko. En þetta svona upp úr 2000 til 2003-2004 og þá náttúrulega byrja líka þetta, þá fæ ég þessa hugdettu að gera hennan drukk og ég var náttúrulega búin að labba hérna allan skagan og hann var stút fullur af veiðafærum, trollum og netabókum og loðnu nætur þess vegna, bútar úr þeim og óhemju mikið drasl og ég hugsaði mér ef ég græja hennan trukk þá bara fer ég hér bara í algjöran ég fer bara í stríð við fjörundar sko. Og ég fekk bara stuðning frá öllum sko, það var tekið á móti þessu mér að kostnaðarlausu. Þannig að ég þurfti ekki að vera með bókhaldið í kringu það dæmi. Þarna var samfélagið að virka að taka á móti þessu. Svo riggaði ég náttúrulega trukknum þarna upp og seldi nokkrar auglýsingar á hann og svona og átti smá skotsilur fyrir því sem ég var að gera. Því ég náttúrulega, það ekki launum koma áli, þetta náttúrulega kom aðallega úr hægri vasanum hjá mér. En ég fann þetta alltaf að það var alltaf meiri og meiri svona samheldni að vilja gera góða hluti og náttúrulega samfélagi hérna á Reykjanesskaganum það er alveg að taka hattinn ofan fyrir því að hér voru brotin blöð í ákveðnum hlutum sko, í umhverfismálum það virkjuðust alls konar svona innri samfélög. Ég gerði nú mikið að því að fara í skólana hérna og vera með svona einhverjar sjávarsýningar og gerði mikið að því að vera með svona eitthvað á ljós og notta það niður í grófinu þegar ég var þar og svona og þetta hefur alltaf mann undir upp á sig og það er orðið hérna grænfána skólar og mikið meiri umræða og umhverfisvitund heldur en var. Hvernig hefur þið gengið að virkja fólk til þáttöku og hérna þú til dæmis hefur sagt með sögu af 9 ára stúlku hérna úr skóla á höfuðborgarsvæðinu sem að tók sér til og hún safnaði peningum fyrir Bláa herinn og þú fórst síðan í skólan hennar og hvernig var það? Já, það var nú eiginlega svona sko, þessi stúlka mamma hennar hafði samband við mig og dóttir hennar Una, hún hafði sem sagt safnað dósum og flöskum og selt eitthvað dótinu sínu af því að hún hafði lesið það að Blái herinn væri að berjast fyrir plastmengun í hafi og þetta var eitthvað sem að var að trufla hana og hún safnaði þarna 25.100 krónum og ég bara sko þetta var nú bara núna í vor sko og ég var eiginlega svona að, já, það var eiginlega komið, það var að læðast inn í hausina og mér að fara að hætta. Vegna þess að hérna, það er svo erfitt orðið að reyna að fjármagna þetta og það er bara mikið hærri raddir sem að verða ofan á í öllu og
En þessi stelpa, ég fór svo daginn eftir og heimsótt hana í skólan hennar og 9 ára bekkur og hún bauð 2 öðrum bekkjum og ég var með svona dót úr hafinu eins og til dæmis þessa krukku hérna með svona rúðuköllum á og hágallakjaft og svona heila kóral og dót svona sem ég á úr sjónum og það var ekki bara daginn eftir þá var hún búin að stofna litla herinn og fór út og þreif skólalóðuna svona eins og krakkarnir gera í garðinum í Gerðarskóla og í Sandgerði í Sandgerðarskóla og þetta með tommapókan og svona það er náttúrulega gaman að því þegar samfélagið virkar og vill taka þátt og hafa skilaboðin hafa skilað sér en þessi stúlka hún kveikti í mér vegna þess að það var svona eitthvað utanakomandi sem að ég þurfti þessa stelpu til þess að kveiki í mér því að þetta var svo hjartnæmt þetta alveg þetta var virkilega fallega gert hjá þessari stúlku og nú er ég að reyna að ég er búin að sækja styrk hjá Úrvinnslusjóð og mig langar að heimsækja 50 skóla og reyna að svona ræða þessa hluti sem að brenna á 9 ára krökkum. Við erum ekki að tala eitthvað PowerPoint show og myndir og tölur og skít og trull út alla jarðir, heldur bara þessi heimsóknan í hennan Hlíðaskóla Reykjavík, hún var upp á 10 sko, það var svo gaman. En þetta er búin að vera barátta hjá þér að fá einhverja krónur til þess að standa í þessu. Eru umhverfismál kannski bara ekkert í tísku lengur? Nei. Umhverfismál eru bara mjög neðarlega orðin og það er mjög erfitt. Ég heyri það hjá svona öðrum sem er að berjast í umhverfismálum að þetta er bara orðið mjög dapurt. Ég vil nú samt koma á þakklæti til nokkurra hérna sem að hafa svona virkilega haft óbilandi trú á stráknum í gegnum tíðina. Náttúrulega frægast er náttúrulega Toyota því að ég er náttúrulega bara stundum kallaður herra Hilux en hérna nú er Hampian stærsti styrktaraðili Bláa hersins, nú Útvegsmannafélag Suðurnesja, þeir styrkja mig vel á hverju ári og það eru Marel og svona fyrirtæki sem að sjá hag sinn í því að styðja við baki á mér en það er náttúrulega nýloki núna í ár er þetta verkefni sem sagt strandhreinsun.is verkefni sem að fór á laggirnar að áeggjan Landaverndar og Bláa hersins eftir að við stóðum á sviðinu í óperuhúsinu í Ósló og vorum að berjast umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs og ég sagði nú við kollega minn sem var með mér ég vildi ekki sjá þessi verðlaun því að þau ættu að fara til Grænlands því að við þurfum að hjálpa þeim sko. Þar er vandamál sko. Og fóru ekki verðlaunin þangað? Og verðlaunin fóru til Grænlands, ég var svo sáttur. En í beinu framhaldi af þessu, þá var sett á laggirnar 150 milljón krónar sjóður til þess að þrífa strandlengi Íslands og það var alfarið í höndum umhverfisráðuneytisins og síðan var deilt út styrkjum og Blái herinn hefur fengið úr þessum sjóði held ég hvað? Já, það er innan við 20 milljónir sem að ég hef fengið, eða Blái herinn. Og við eigum að setja inn hvaða svæði við viljum þrífa og myndir og vikta þetta og gera og græja. Og ég hef búin að samlega að gera og græja þetta öll þessi ár. En ég er bara einhverju hluta vegna eini aðilinn sem skila inn rapport það hvað ég geri. En það eru aðrir aðlar sem að bara dæla inn einhverjum reynsunum og það veit enginn hvort það er eitthvað á bak við þetta eða ekki sko. En það er nú kannski annar að rannsaka það en þegar allar á botnum kvöld þá er þetta verkefni frá. Og innst inn í hjarta mínu þá er ég nú fegin að vera ekki að flækjast fyrir umhverfisráðuneytinu og þeirra duttlungum í umhverfismálum. En ég er með svona nýtt verkefni á nálinni að ef ég fæ nú að fara á heimsækja sem skóla þá ætla ég að gera það á næsta ári og vera
taka í leiðinni þá svona skoðunarferður fjörur. En til þess að þetta geti virkað, þá þarf bara að kaupa af Bláa hernum það sem við hreinsum upp úr fjörunum á 1000 krónur kíló. Það eru 2 fyrirtæki búin að kaupa sikkvort tonnið. Gára heitir annað fyrirtækið, skipamiðlarar og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Og vonandi bara verða önnur fyrirtæki bara stilla sér upp og kaupa 1 tonn, því það er það sem það kostar að þrífa 1 kílómetr, farga 1 tonni, fá 20 manns í sjálfboðaliða sem að maður þarf að eitthvað að dúlla við, gefa með eitthvað smá að borða og svona. Sko, ég get ekki að því gert út að vilji fleiri 100 manns koma í verkefni á Bláa hernum. Þess vegna var alltaf svo gott að eiga smá sjóð. En þegar maður á engan sjóð og það er nánast að hérna, þú veist, sleikja matarumbúðirnar til þess að eiga í salt í grötin, þá þarf maður svona að velta fyrir sér hverja krónu. En ég held að þetta 1000 krónur á kíló dæmi gæti orðið dálítið merkilegt eða þær flug. Þú hefur með talað það er bara eins og núna á þessu árið, þá hafa styrkir í þessi mál bara að fara niður 40%. Já, það er rosalega sorglegt að hitta gott fólk sem meinar vel, er kannski tengt hagsmunu þess að hafið sé nú reynt, lofandi upp í ermina á sér og svo er ekkert að maður svik, skilur. Og þetta hefur tekið dálítið á mig, þessi loforð sem eru svikin, af því að ég er að reikna með því að þetta muni ganga upp ef þessi gerir þetta og hinn gerir hitt. Svo gerist ekki neitt. Dögum, vikum, mánuðum saman. Og eins og staðan er í dag, í ár erum við búin að þrífa 16 tonn. Það er næst minnsta sem Blái herinn hefur þrifið í þessi 30 ár. Hann var minnst í fyrra, 7,5 tonn. Ég held það að ef að það verður, ef ég næ þessu 1000 krónur á kíló dæmi, þá fer ég í fjörurnar sem að allir eru að beða með að koma og þrífa út á landi, en veigra sig við að fara í því að þetta er bara kostnaður, sko. En ef maður fyrirfram búin að fá einhver aðila sem að vilja kaupa af þér að fjara verið þrifin, þá finn ég lausn þetta til þess að redda því, sko. Þú hefur sagt mér að þú hafir farið einu svona ári í fjörun út á Garðskaga og á ákveðnum kafla og tekið 1 tonn af rusla hver einast ári. Já. Það er ekkert nóg að fara bara einu sinni í fjöru og segja, nú er þetta orðið hreint. Nei, sko, ég get sagt þér það, Hili, þetta er dálítið merkilegt að í upphafi þá sá ég ekki þetta svona að þetta myndi þróast í þessa átt. Og ég hef nú svona verið að veiða upp úr mönnum, svona mér eldri og heldri, eins og maður segir. Og sko, þetta eru ákveðin kaflaskil. Þegar að sjómenn hættu á Íslandi að henda veiðarfærum í hafið, þá var það algjör bylting. En við getum ekki horft fram hjá því að 80% af þessu plasti sem rekur á Reykjanesskagann kemur erlendis frá. En það er bara svo ofboðslega mikið að veiðarfærum hérna í sjónum sem er alltaf á skol og land. Og eftir góðar norðvestan brælur, þá er Garðskagafjaran stútfull. Og ég passa mig alltaf á því að þegar hún hefur fengið svona góðan kveld, að reyna að fara og ráðast á hana. En ég á náttúrulega bókald þetta allt saman 30 ára aftur í tímann og það er tonn alltaf á hverju einasta ári upp úr þessar einu fjörur. Þetta eru bara veiðarfæri og dekk. Dekkin þau koma dúllandi utan á Sandgerði,
þau dúlla hérna með frá ströndinu og skóla oft upp í Garðskagafjöruna. Það ekkert plast sem að rekur eiginlega upp í Garðskagafjöruna. Það fer annað. En það þessi veiðafæri, endalaust af veiðafæri. Svo fullt af öðrum fjörum sem ég fer í, Krossavík, Mölvík, Sandvík, Þórkollustaðafjara, Hraunsvíkufjara, Flekkuvíkin. Þetta eru staðir og það alltaf eftir hvert einasta ár komið álíka magn. Samt finnst mér eins og að sé eitthvað aðeins að minnka, en sko eftir hvellin sem var í vetur, það bara fylltist allt. Hann sýndi þá alveg að hann besti vinur minn, hann Davíð, hann segir alltaf, mikið ertu heppin að þessar fjörur skuli taka á móti þessu svo þú getur náð í það. Hann segir það alltaf, hann svona sálfræðingurinn minn. En það er dálítið fyndið að fara kannski hálfu mánuð 3 vikum eftir út búin að fara í einhverju fjöru og þá kannski komið 1 troll. Af því að þá hefur það bara losnað á hafsbotni og flotið upp eftir því að einhverju vindáttar eða straumar eða eitthvað. Svo getur vel verið þess að jarðræringar hérna séu eitthvað losa þetta, maður þekki það ekki. Ég er nýbúin að reynsa síðustu fjöruna á Reykjanesi sem hafði aldrei verið þrifin og það á að rannsaka það góss alveg frá Atilö. Ég er í svona verkefnum sem er líka að rannsaka það sem er á Svalbarða og við erum að bera saman og svona eitthvað og ég á þetta eru 18 sekkir, ég fór hún á því daginn, ég á búin að vera í smá við sinni að reyna að fá fjármagn til þess að gera þetta því að það var búin að lofa því og svo að það svikið en allan hafi komið í hús og nú á að byrja að sortera og flokka og ég er svo lánsamur sko að hampi en þeir taka ákveðna hluti og úr því verður ykkur önnur vara, þetta er svona hringrásarferðlar en þetta með tonn á kílómeter, já, við sem þjóð, við megum eiginlega ekki láta þetta vera óspurðar fréttir. Við þurfum að þetta á að vera í lagi ef við getum haft tækjafur að hafa það í lagi sko. Hvernig er svo samstarf við sveitarfélögin og landeigendur og slíkt? Sko, við náttúrulega síðustu ár eru svona þau hafa verið miklar áskoranir. Við fórum náttúrulega að stað með þetta Reykjanes Geopark verkefni. Svo kom COVID, þannig að það var svona smá seremonir í kringu það. En það besta við þetta COVID var það að þá hafði ég aðgangað sjálfboðilega samtökunum Seeds. Þau voru svona ein búbla, 10 manns. Og það var kannski ekki neitt brjálæðislega mikið að gera fyrir þau. En þá var ég búin að fara allan Reykjaneskagan og finna allar fjörurnar sem voru með einhverju dæmi í. Og við fórum mjög grundigt ofan í bara svæðið og ég held að þarna á 3 árum þá tókum við 75 tonn upp úr Reykjanesskaganum. Sko Reykjanesskaginn er hreinasta landsvæði á landinu og samband sveitarfélög Suðurnesjum kom nú að þessum með styrk og svona frá einhverju útvötnu dæmi frá ríkinu, ég man ekki hvað hét einu sinni, mér finnst þetta svo, ég má nú ekki alltaf segja það sem ég vil segja, en sko Suðurnesjabær styrkir Bláa herinn og hefur gert það undanfarin ár og við svona reynum að sjá til þess að sveitarfélagi sé nú eins hreint og hægt er og inn í því felst meðal annars að taka Garðskagafjöruna. Sko þetta eru svona 20-25 hópar á ári sem leita til Bláa hersins. Og ég þarf þá að vera bara með fjöru sem hentar þessum hóp til þess að koma og síðan náttúrulega bara verður maður að, þetta er meira svona bara orðið svona viðburðir. En ég er nú alltaf svona með huga við það að geta svona farið út þegar það er gott veður og farið í gegnum ákveðnu svæði og hreinsa þá bara upp, fer á fjórhjólinu með litlu kerruna og keyri langar svo
kaupa mig kerru sem ég get bara svo keyrt upp í þá kerru og keyrt heim. Ekki vera að taka þetta allt í sundur og seramóniur og eitthvað, svona að reyna að gera þetta mér aðeins ægilega. Og nú akkurat þessi kerra komin, kerra númer 2, ég misti kerra númer 1 af því 1 sveik styrk, en það nú bara eins og það að því ég ekki að grenja og væli yfir því. Þetta sko, blái herinn náttúrulega bara ákveðið svona vörumerki sem að margir sækjast í að vilja fá að tengjast, en þeir fá svo sem ekkert að tengjast bláa hernum ef það bara eitthvað sem að þá langar til þess að gera yfir einhverja helgi og síðan allt í vitleysu heima hjá, skilur. Ég vil endilega þau fyrirtæki sem að koma og eru með mér séu nú að taka þessi umhverfismál dálítið svona föstum tökum. Þetta snýst bara það, sko. Þetta mest erlendir hópar sem að koma? Við höfum svo sem oft sagt frá því að þú ert að fá eins og bandaríska sendiráðinu fólk, og hvernig þetta að virka? Já, sko, bandaríska sendiráði alltaf með einn hreinsunardag. Þá fá þeir eitthvað lið ofan að Keflavíkurflugvelli. Skrifstofa Evrópusambandsins, þeir hóa í öll sendiráðin, þeir eru með sérstakann dag. Ég náttúrulega hef aðgang að þeim þarna Seeds Iceland sjálfboðaliðunum. Það Mace Group, það svona einhver deild innan Ísafía. Marel með hóp, Hampen með hóp, Backroads, það svona túristaleiðbeinendur sem að leiðbeina erlendum túristum. Þau eru mjög virk og það svona hópar út allt. Svo náttúrulega ég alltaf með þetta árlega dæmi hjá Ísafía að þrífa þar. Andlit Íslands sem lítar alltaf út eins og bólugrafin krakki, sko. Þetta ég má ekki segja þetta, sko, en að hafa ekki meiri metnað í sér en að hafa þessa flugstöð og umhverfi í kringum hana hreint. Ég skil þetta ekki, sko. Girðingarnar að nöfra eru svolítið ryksugur. Já, ég segi stundum að það sé svona eins og litaspjaldið í litaver. Það var nú ein auglýsing þegar ég var krakki. Það var búið að bæta við litum í litaspjaldi í litaver. Nei, sko, það eru margir aðalar sem vilja að hlutinni séu í lagi og það frábært þegar þeir taka sér til og gera góða hluti og sína samfélagslega ábyrgð. Þetta heitir það, samfélagslega ábyrgð. En þetta svæði í kringum Ísafía, sko, Ísafía á kannski ekki endilega aðal skellin í þessu. Það eru bara fyrirtækin þarna á svæðinu sem eiga bara að hugsa aðeins út fyrir hurðina hjá sér og vera bara með aðalega einu sinni í viku sem fer og tínir smárusli í kringum allt saman, því að allar tunnur þarna, þær fyllast alltaf á no time. En við erum bara, ég sá myndir hjá þér örugglega á Facebook daginn af svona sorpgeymslum við fjölbýlishús á svæðinu. Það bara flæðir rusl út allt og það nú yfirleitt ekki lognið á Suðurnesjum. Nei, sko, ég passa mig á því að sæist ekki hvar ég hef tekið þessar myndir, því að maður má náttúrulega ekki vera að benda á, maður verður að vera auðmjúkur, en það alltaf að benda á það að, sko, við berum bara öll ákveðna ábyrgð á því að ef að tunnan orðin full, að þá þarf annarkvort að hringja í fyrirtæki og biðja að koma og tæma það ef að það hægt að gera það, eða finna einhverja aðra praktískari lausn. Sko, ég á því að þessi útboð í kringum þessa sorphirðu, þeir hafi haft of langt á milli losunadaga. Ég á því að það sé gallinn, sko. En, svo má ekki horfa fram með því, það fellur stundum mikið meira til heldur en blessaða sorpdagatali segir til þá berð þú bara ábyrgð að fara með það flokkað eitthvað annað. Það allt fullt að grendastöðum og sorpeyðingastöð og þú lítur eiga frænda eða frængu eða einhvern sem getur reddað ef þú átt ekki bíl og getur ekki farið með þetta út í tunnuna því hún er full. En að þetta var, ég má ekki segja hvað þetta var, en við bara berum ábyrgð á því að hafa þetta í lagi og við sem samfélag, við þurfum bara að líta í eigin barm. Það ekkert gaman að vera þessi gaur sem að benda á ekkert nema vesinn og fá ekkert nema útrópun í staðinn. Það ekkert gaman að því, oft á tíðum
svona, já, fæ ég svona gusur, það allt í lagi. Er það að gerast að fólk sé ósátt við það að þú sért að, að reyna að hafa umhverfi í lagi? Já, ég hef nú alveg fengið minn skell í þessu, en það svo sem alltaf lagi. Ég er nú axlabreiður maður og hef nú verið svona frekar auðmjúkur í gegnum tíðina. En þegar öllu verður á botni hvolft, þá er þetta þannig hjá okkur að, og ég vil meina einn gallinn á þessu kerfi sá að í staði fyrir að það sé alltaf verið að leita í vasan þinn eftir fjármagni til þess að taka við því sem fellur til frá þér, þá ættir þú að fá einhverja umbun á móti. Vegna þess að þetta allt saman hráefni sem við erum að skila inn, og eftir því sem við skilum þessu hráefni betur frá okkur til endurnýtanlegrar framhalslífs, við eigum að fá umbun fyrir það að hugsa vel þessa hluti og að þeir komist í betri farveg. Viltu sjá skilagjald bara á fleiri hluti? Já, mikið fleiri hluti. Við erum að drukna, ég segi þetta stundum, í drull og skít, af því við kunnum ekki að höndla drulluna og skítin. Ég get alveg sagt þér það ömurlegasta sem að nokkur samfélag getur fengið á sig, það er léleg ímynd vegna sóðaskapar. Og það er svo stutt í það að það sé hægt að gera stuttmynd sóðaskapin þannig að hann fari í spilun út allan heim, því að í dag hver einasti einstaklingur fréttamaður. Það allir með síma, það geta allir tekið upp eitthvað sem er ekki í lagi og pósta því, og það getur komið, það er mikið meira verkefni að vinna það dæmi niður heldur en bara að hafa hlutina í lagi. Og ég get sagt þér það, ég er að vinna hérna með erlendum samtökum út allan heim. Við erum að vinna í alls konar verkefnum. Ég er á Zoom-fundum 2-3 í viku við kollega mína sem að berjast við, það er sumstaðar eins og í Indonési, það bara fyrir einhver vörubíll og hann sturtar bara í ána og eftir kortir þá þetta bara horfið sjónum þeim sem voru að sturta, en þá er þetta bara vandamál niður eftir öllu prógraminu. Ég vil meina það að ef við myndum búa til svona verkefni í kringu það að hafa fjörurnar okkar hreinar, vinna í því að það sé ekki rusla fjúka á haf út. Við getum hækkað fiskafurðaverð ef við förum bara markvisst í það að beita okkur fyrir því að hafið njóti vafans og fái ekki þetta vesinn á sig að vera fullt af rusli og drasli. Ég get sagt þér það að einn vinur minn í Belgíu, hann bjó til svona leikreglur að hann tíni rusl í 10 mínútur á hverjum degi. Og það eru fleiri 1000 manns í þessum hóp að tína smá rusl í 10 mínútur á hverjum degi. Og hann er að sýna myndir frá sveitafélaginu sínu. Það er bara tandur hreint, skilur. Þetta er það sem við erum að gera hérna í átaki einu svona árið sem kallast plokk, er það ekki? Jó, og það er hreint í 1 dag, svo er það svo sæla búin, skilur. Það er ekkert eðlilegt að fara sitt sveitafélag og tína upp fleiri 100 kíló að bréfasnifsi og svona smárusli á einu degi, kannski 20 manns. Það segir bara hvað þetta er slæmt. Ég get sagt það, ég er búin að fara út allan skagan. Það er alveg sama hvar ég stoppa og ætla kannski að hlaupa upp einhvern einn hlut. Ég kem alltaf með 7 tilbaka. Skaginn okkar,
hann stútfullur að drasli því miður. Ég hefði viljað sjá plokkdaginn mikið stærri. Ég vil sjá björgunarsveitina fá borga fyrir það að labba fjörur og þrífa. Ég vil sjá skátana líka fá svona einhverja fjáröflun. Við eigum að setja fjármagn í einhvern sjóð og borga síðan þeir sem koma með það sem þeir hreinsa upp. Við getum alveg búið til hringrásaferla í kringum það að hafa landið okkar hreint og fínt. Og í raun og veru það sem ég ætla að stefna að áður en ég læt bláa herinn í hendurnar á okkur öðrum, sko. Þú hefur svona síðustu misseri svona stundum orðið fyrir, já, ég hef alveg orðið var við að þú verður svona fyrir vonbrigðum með hvernig við erum að standa okkur og hvað við erum að veita miklu fé í þetta. Hvernig sérðu framhaldið hjá bláa hernum? Ætlar að leggja þú sjálfur árar í bát fljótlega og gefa þetta einhverjum öðrum? Sko, við hefum ekki að stóla á hið opinbera. Ég bara slæma reynslu af því. Við eigum að búa til þennan sjóð þar sem að fyrirtæki fá tækifæri á því að sýna hérna einu réttu sönnu samfélagslega ábyrgð og við setjum þetta í þannig farveg að þessi sjóður hann greiðir bara fyrir það að við höldum svæðun okkar hreinu. Sko Reykjanesskaginn eftir þessi 30 ár þá Reykjanesskaginn það svæði sem að mest dynur á erlendis frá út af straumum og öllum fiskimiðanum sem eru hérna í kringum okkur. Og þess vegna fáum allt þetta rusl í fjörurnar. Ef að ég hætti á morgun, hver á að taka við? Það tekur einhver við sem fær borga fyrir það að þrífa. Og ég alveg staðráðinn í því að blái herinn á eftir að lifa góðu lífi í höndum annara í framtíðinni þegar að það verður komið svona samfélagslega ábyrgð sterkra aðila sem vilja halda ímyndin okkar í toppi og að við getum látið fiskimiðin okkar njóta vafans það að við sem að veiða hreinasta fisk sem til og við verðum að gera út á þetta í framtíðinni. Sko ég get sagt þér sögur Hilli minn sem eru svo svakalegar. Það var til dæmis vinur minn, einn af þessum í Let's Do It World. Hann rannsakaði 100 veitingastaði við Miðjarðarhafið og hann fór í ruslatunurnar og hirti fiskafgangar sem voru og rannsakaði á 100 veitingastöðum. Það var allt mengað. Hvað gerðist ef að íslenski fiskurinn fengi eitthvað svona plaststimpil á sig? Nú er ég hérna í sjónvarpinu okkar hérna og ég veit alveg hvert þetta fer út allt. Nei, ég er að vara við því að við lendum ekki í einhverju vesinni og þurfum að vinna okkur út úr því. Ég sótti einu sinni styrk hjá Íslandsstofu að þótti ekki nógu merkilegt það sem ég var að berjast fyrir. Samt ég í dag sendera Sameinuðu þjóðanna, búin að vinna æðstu verðlaun Sameinuðu þjóðanna fyrir að hópefla fólk út allan heim fyrir að fara út á tína rusl, en það var ekki nógu merkilegt fyrir Íslandsstofu. My ass. Þetta samvinnuverkefni þjóðurinnar að reyna að gera góða hluti og það á að geta öskra á maður þótt að maður hafi farið ótróna slóðir. Ég er búin að bjóða svo mörgum samstarf og það lofað og svo það svíkja. Ég er orðinn þreyttur á þessum pakka, mjög þreyttur. En af hverju gengur þetta svona erfiðlega? Það eru bara aðrir forgangshópar sem að fá mikið hærri og meiri athygli í dag. Þetta gjörbreyst núna á 3-4 árum. Stríði í Úkraínu og stríði á Gaza, það eru faktorar, ég er ekkert að grínast með það. Það er til nóga fjármunum til þess að dæla í það að vera friðelskandi þjóð og allt í kringu það.
þetta verður nú ekki friðelskandi þjóð ef að fiskurinn okkar hrynur í verði út af því að við gerum ekki neitt í því að hafa okkar reynt. Nei, ég segi bara svona. Nú ég komin í smá ham, sko. En þeir öllur á botnum koll. Við höfum verið að selja ímynd reynleikans og við mögum þakka Guði fyrir að fréttamenn skuli ekki vera búnir að tæta okkur í spað. Það á nú reyndar að fara að búa til ykkur heimildamynd Bláa herinn og ég fagna því bara vegna þess að ég held að skilaboðin þau verða að fara óhefluð áfram en sko þetta svo kjöru tækifæri í dag að hafa gaman að þessu. Verkefni á Bláa hernum eru algjörir viðburðir sem sóst eftir að taka þátt í. Það geggja stuð, sko. En við mögum ekki slaka neitt á í þessu. Það er ekki í boði. Og við þyrftum eiginlega raun að vera að gera mikið, mikið meira. Þannig að ég sé fyrir mér þessi 40 og eitthvað pluss kílómetra sem að Reykjanesskaginn þetta verkefni þarf 40-50 milljónir á ári. Skaginn tandurhreinn. Besta auglýsing sem að allir á svæðinu geta hampað út allan heim. Við þurfum ekki ykkur útlendinga til þess að gapa hér og góla eitthvað eða blási í blöðri eða hvað þetta hátalara kjaftaði var hérna hingað og þangað. Þrífum bara fjörurnar og þrífum svæði sem eru slæm og bara hömpum því út allan heim. Það besta auglýsingin. Ég get sagt að ég fekk einu sinni 300 milljónir út úr ríkinu til þess að þrífa gamla öskuhauga hjá kananum upp á Ásbrú. Ég náttúrulega fekk ekki þess að 300 milljónir, það var verk upp á 300 milljónir að þrífa þetta. Því kani skildi eftir 2 milljónir þegar hann fór. Og svo hjólaði ég í kerfið og vildi fá meiri pening til þess að fara á fleiri staði og þrífa. Þá var búið að eyða þeim peningum í aðra hluti. Ekki umhverfismál? Nei, heldur bara í aðra hluti og mér var bara nánast vísa á dyr skilur inn í umhverfisráðuneyti. Þannig að, já, ég hef stundum verið, ljóti strákurinn og ekki kannski vinsælastur, en mér alveg sama það. Ég ekki í þessu fyrir eitthvað fræð og fram og þetta. Ég hef rosalega gaman að starfa með þessu fólki sem að berjast fyrir sínu umhverfi út allan heim og sjá árangurinn á þeim út að það alveg geggja. Það eru til nokkrir svona bláir herir út víða veröld, þar sem verið að veiða færi af hafsbotni og virkilega verið að taka til á því. Allt saman runni undan Bláa hernum, skilur. Og var alveg gaman að því að það skulle vera svona til smá orðspor, skilur. En ég spái því að þessi sjóður, hann gæti verið besta auglýsing sem þessi Skagi myndi nokkur tíman eiga. Hann á fyrirmyndina að eiga hreinasta landsvæði landsins, en það alltaf bara, það þarf að þrífa það einu sinni á ári. 30 árin skila því. Hvernig sérðu Bláa herinn eftir 10 ár? Ég sé hann bara í höndum björgunarsveitanna og einhverja svona samfélags aðila sem að bara fá greitt fyrir það að þrífa fjör. Björgunarsveitanna eru langt best búnar, þau eru öll tækin og tólið, sko. Og þau kemur til með að vanta peninga inn í framtíðinu því að eitt góðan við þetta verður búið að blása þetta flugelda brjálaði af hérna á Íslandi bara með lögum. Ég man nú alveg hvað að pakka ég þurfti að taka á mig þegar ég drap þetta blöðrusleppingarnar á ljósanótt. Ég fekk nú aldeilis gúmórin á latinu þá. En ég bara hvatti auðvitað að setja það bara niður tré í staðinn. Já, tré er mikið gálegri fjárfesting heldur en að vera að sleppa blöðrum. Er þetta ekki bara fín lokaorð? Áfram Ísland. Takk fyrir spjallið. Já, takk sömuleiðis. Við þökkum kærlega fyrir áhorfið og bendum ykkur á að það er fjölbreytt efni á vef vikufrétta www.vf.is. Verið sæl.